Góðan daginn, ég heiti Elisabeth. Ég heiti Bryndís. Og þú ert að hlusta á þáttinn Rútínur margbreytileikans. Með okkur í dag er Marta og við ætlum að ræða reynslu hennar af lífinu og hvernig hennar daglega rútína lítur út. Sæl. Sæl, sæl. Ertu velkomin til okkar og takk kærlega fyrir að koma og tala við okkur. Bara ekki máli, það er bara gaman. Viltu byrja að kynna þig kannski? Já. Ég bara, fæddist í Eyjum og þegar ég kom með táningaveikin, þá fannst mér að vera orðið svo mikið fangelsi að ég flutti til Reykjavíkur eins og táningar gera í Vestmannaeyjum. Það er reyndar koma flestir ekki tilbaka en ég gerði það svona þegar strákurinn minn þurfti meira ró og næði til þess að þroskast. Og þá fórum við og fluttum við til Eyja. Mjög gott að vera þar. Já, þannig að þú fórstu þá í skóla til Reykjavíkur eða já, ég náttúrulega dreifum bara í skóla og var samt alltaf með vinnu, sko. Og ég er rosa lesblind, þannig að mér gekk og illa, sérstaklega þegar maður er svo upptekinn af strákunum, sko. Já. Þá nefndi maður ekki alltaf að mæta í skólan. Og svo svona seinni tíð hef ég verið meira svona í fjarnámi og svoleiðis. Já. Og rétt ári ég komst á örorkuna að þá kláraði ég verslunar námi í Versló. Já. Og hún sagði mér þessi námsstjórinn, ef þú vilt klára það, bara getur við gert það bara fjarnámi, bara þú tekir nema 9 einingar upp í stúdentinn. Já, ég kannski dundum með það, mér leiðist. Þegar mann leiðist alltaf. Já, ég var rosalega erfitt með að vera fullri dagskrá, sko, núna, því að ég náttúrulega bara er svo léleg. En ég tek svona einn og einn áfanga bara til þess að hafa eitthvað að gera stundum. Já. Bara svona einn áfanga fyrir hann. Já. Þú flyttur svo aftur til Eyja. Já. Það með börn. Ég með einn strák. Já. Og hann er táningu núna. Og þá var ég svona eiginlega að byrja að hrapa, sko. Þetta er, við komum 5 ár síðan. Ég flutti þangað. Ég flutti til Eyja 2020. Og var bara líkamlega alveg hrynju og var bara svona eiginlega búin að vera leiðin að í 15 ár, sko. Já. Kannast það? Já, bara alltaf að vera verri og verri og það var bara eiginlega komið að þeim tíma því ég var loksins að flytja til Eyja, ég var bara tilbúin að leggjast niður til stein og bara gleyma mér. Já. Ég var bara alveg gjörsamlega andlega og líkamlega búin að reyna að vinna svona eins og það var. Ég fekk aldrei neina greiningar, þannig ég gat aldrei náttúrulega að nota þetta neitt þess að koma. Já. Þú komast í meira ró, sko. Ég var alltaf að pína mig. Þetta er náttúrulega, ég held að þú sért á svipari kynslóð og ég, þar sem að það er bara, þú ert ekki í vinnu, já. Þá ert þú bara ekki að gera neitt. Já. Bara, maður á að vinna, já. Maður á að vinna mikið, já. Og já. Já, það var svona, ég náttúrulega kemur þessu fiskvinnslu fólki og sveita fólki að við vitum ekkert annað en bara að vinna og maður er aumingin í fjölskyldinu, maður er ekki að vinna fullu, þú lágmark 8 tíma á dag. Já, nákvæmlega. En þú veist, loksins sem betur fyrir er þetta aðeins byrja að breytast, þessu hugsunarháttur. Nú er bara meira svona, hvað ég segja, work smart not hard, sko. Já, nákvæmlega. Þetta er rosalega góð setning og það er allir að, þú veist, að komast í þetta og fara þá bara frekar í svona passlega vinnu og geta tekið nám til að koma sér í þægilegri vinnu mér að segja setna mér. Já. Við veist það bara algjör skylda allra sem geta það. Já. En hvenær, nú ertu múin að segja þess að þetta er búið að krassi þegar búið að gangi í 15 ára eitthvað. Ég slasa mig í hálsinum, minna verið 2007 og þá ég var bara, þú veist, að vinna lager og taka til vörur og stekka eftir einhverjum hlut og rek mér svo hrikalega svona ofan á hausinn. Ég sá alveg stjörnuna, það leið samt ekki yfir mig. Og held svo bara áfram með daginn, samt alveg með tárin í augunum, svo maður hættir ekki að vinna þá maður er smá reiki hausinn. Nei, ég sagði ekki einu frá þess að þannig sé, sko, hann reyndi að sjá til mín, svona starfsmaður sem var að vinna þarna, en hann höfði alltaf leið. Ég alveg, já, það er alltaf leið, þú veist. Og hélt bara áfram og og bara vestna veð fyrir að fá svona rosalega illt í hálsinn alltaf bara og verður bara gessa stíf, ég hætti að geta hreyfa hausinn, þú veist, hægri vinstri og upp og niður, hann bara gessanlega
hann svona eitthvað að verja sjálfa sig bara líka minn, sko. Já. Þú veist, og meðan hann að gróa svona mest og þannig að ég var eitthvað byrjuð í ykkur skrifstofunámi hjá NTVF og sækjum á skrifstofunni þar sem ég var að vinna og fékk það og gat verið meira í svona sjúkraþjálfun og svoleiðis og kýrópraktor. Það er búið að bjarga mig mest síðustu 15 árin fram af örorku, sko. Að fara lágmarka einu sinni í viku bara á kýrópraktor og sjúkraþjálfun. Með þessu, svona síðustu 15 ára, búið að vera að bætast hægt og rálega með fullt af kölkun líka og það er bara að byrja að myndast rosalega mikið í öxlunum og hælarnar á mér og úlliðinir og ég var bara alveg að drepast. Ég fór náttúrulega bara fyrst í sjúkraþjálfun og lit sjúkraþjálfun bara hann gerði bara kraftaverk með hælarn á mér. Ég fann að geta labbað þægilega aftur. Það tók samt alveg gott árið eða 2 bara til þess að mikið og nógu vel upp, sko, til þess að ég var ekki bara eins og ég var að labba á títuprjónum alla daga, sko. Þetta var alveg hrikalegt. Já. Og svo einn daginn, svo hrikalega kvalinn í öxlinni, ég bara skilði það ekki. Og bara, þú veist, bara fuck, það bara eins og, vasakið, blóti. Þetta ekki krakka þáttur. Nei, það ekki. Ég bara skil ekki okkur, mér svona illt í öxlinni. Ég gat ekki muna eftir að hafa dottið en eitt, en mér leiði eins og ég hef verið bara brotin. Já. Ég var bara rosalega viðkvæm, mátti ekki koma við öxlina á mér en neitt og og fetilæknis og hann alveg bara, já, tökum bara röntgena þessu, ég hef búin að kvarta yfir þessu áður og þá var mér bara sendt heim með eitthvað töflur og eitthvað, þú veist og hann setur mér röntgen og þá sést að liðurinn og hann svo bólgin hann byrjar að íta sko út úr sokketinu. Já. Beininu fyrir og þess vegna var mér svona rosalega illt og það bara það var alltaf þrýstingur úr liðinum. Já, hann var bara alveg svona góða, þú veist 2 centimetra, þú veist, bara bólga innan í liðinu og hann sendi mig beint í apótek og ég kaupi stera og það hendi í mig og ég finn ekki eins og þegar hann sprautar ég svo Já. Ég bara, þetta er búin, ok og ég svo send til Reykjavíkur í sagt að dreyja mig til Reykjavíkur í ómskoðun. Já, ég fór þangað í Segulómun og heitti þennan fína lækni sem var eitthvað að spjalla við hann, hún heitti þetta og hann tók ómskoðið á mér báðar axlirnar og ég sagði, en veistu því ég bara verri í hálsunum eiginlega og hef aldrei getið fengið einu greiningu þar þó ég hafi farið í X-ray 2010 þá sá bæklunarlæknir, hann sá ekki neitt. Og var þá bara tekið þessi venjulega röntgenmynd eða þannig en ekki segulómun eða... Nei, þá var gert bara X-ray og hann sagði bara, nei, það er ekki segt. Svo fór ég þetta er náttúrulega fyrir 2 ári síðan sem ég fer í þessas ómskoðuna öxlunum og hann sagði, þú þarft að fá beiðni en ef þú ferð í segulómun, sagði hann, þá sést eitthvað ef það er eitthvað. Já. Og ég alveg ok, fer heim og fer til læknis og bara mánuð setna fæ ég tíma til þess að fara þarna aftur og fara í þessa segulómun. Okay. Og þá kemur í ljós að það eru 2 útbungar á milli 3 neðstu hálsliðina hjá mér, ég er með svona brjóskloss, 2-falt brjóskloss. Kannast þið það? Og bara hrikalegur hausverkir og viðbjóður með því. Já. Og bara meika bara ekki að vera í vinnu, ég var farin að geta bara, þú veist, verkeflega töflur bara eins og Smarties bara til að geta tollað í vinnunni, sko. Það var bara Smarties pakki á dag, sko. Já. Og ég var að kaupa bara fáranlega mikið Ibuprofen og Panadil til þess að meika daginn bara, þú veist. Ég vaknaði, fekk mér töflur. Ég fór í matatíma og ég tók töflur. Og eftir því ég kom heim til þess að geta meikað daginn, til þess að elda og eitthvað, þú veist, tók ég töflur. Og líka við aftur, þá var bara ég fór að sofa, sko, ef ég þurfti þess. Þetta var bara hrikalegt og ég gerði þetta bara í allt of mörg ár og allavega 10 af þessu 15 árum, sko. Já. Og þá var ég nefnilega fann að taka svona mig og enda, sko, þegar ég fór til ég fór í fyrra til gigtalæknis
og hann líka skoðaði giktin hjá mig sami til dæmis sem að ég var með kalkun líka í úliðunum. Já, hann segir mig það að út af því að ég átti að þurfti að fara í blóðprufu áður en ég fór til hans og þá segir hann að altið hjá mér sé svo hátt og það eitthvað vísbending að lifrin sé farin að kvarta. Já. Okay. En svo hann segir mér að kíkja samt til heimilislækni míns þegar ég búin hjá honum og það er kannski ekkert skrítið hún sé að fann að kvarta að maður er búin að vera að taka íbúfenn eða parataps eins og smartís sitt og hvað og þegar ég loks fyrir heimilislæknum sem hann alveg við skulum fylgjast með þessu út af því að nýriðin svo góð þá ertu raunum ekki orðið lifrarsjúklingur en það var samt en reyndu bara að takmarka töflunar eins og getur því að þú þarft bólguðandi, þú verður eiginlega ekki að tekja eitthvað annars verður að fara að koma bara reglulega uppi til við verum að sprauta sko. Og þannig að ég fæ eitthvað aðra töflurna hjá honum eitthvað svona það sem bara þú skikta sjúklingar fá verkjatöflur og bólguðandi já þetta er búin að vera svolítið spurs rússipanni að fara í gegnum þetta og tala nú ekki bara eins og komast á bætur og svona þetta er búið að vera alveg bara að því líkur rússipanni út af fyrir sig sko, komast á bætur. Það var líka svo rosalega strangt kerfið einmitt þegar ég var að fara í það fyrir 2 ára síðan. Já. 2 ára síðan, já. Þegar ég fekk loksins 100% rósku. Já. Og varst þú þá búin að fara í gegnum endurhæfingarlífeyri og allt það? Nei, ég fyrst skilaði ég bréfi til vinnuveitanda og hann, þá bara verður þú að fara heim og þú verður bara á launum samt hjá okkur næstu 3 mánuðina þú ert uppsagnarfrest varst á veikindaleyfi þá frá vinnunni? Já, frá lækni, já átti bara hægt að vinna, það bara loksins komið ljós hvað var í gangi og ég átti bara hægt að vinna Þannig að það sem ótrúlega margir vit ekki, það halda alltaf mann að eigi bara þess að 2 daga í mánuði yfir árið sko en það ef þú ert búin að vinna eitthvað lengur en 1 ár eða eitthvað að þá áttu inni mögulega allt upp í 3 eða 4 mánuði ég held að ég hef búin að vinna nánast 2 ár hjá þeim og hann bara ekkert mál við bara höfum allarskið við erum búin að sjá hvernig þú ert þú ert svo haldrandi þú ert alveg drepast alltaf og ég er ógeðslega opin að koma þú vera að fara inn á kaffistofu eða inn í þú skipti fataherbyggið og séði taka töflur bara til þess að mega daginn ég skilði alveg bara Þannig að þú fékkst alveg, frá vinnuveitandunum alveg, stuðning til að aðlaga aðeins, eða aðlaga þér var í rauninni bara að fara í veikindaleyfi. Já, bara gjörsamlega hægt að vinna. Já. Og svo, þetta var haust og vorið, vorið fer ég á Reykjalund í þessar 6 vikur, fyrst eina viku. Elskar Reykjalund. Það var rosa gaman að vera þarna. Þessi stofnun á svo mikið betra skil heldur hún fær frá ríkinu. Já, bara miklu. Það er svo æðislega deildir. Það hjálpa mann að finna eitthvað að gera líka. Þú veist, þegar maður á að hætta að vinna. Það er alveg frábært og líka bara, þú veist, gista þarna kostar ekki neitt, sko. Maður á að nota sér það. Já. En ég fann það til dæmis þar að ég get ekki farið í þessa mjög léttu, sundæfingar sem þú veist, þetta fólk er að fara í. Já. Ég var bara að klikkast úr verkjum. Líka leið og ég komst á þú veist, örorku að fyrsta sem ég gerði var að sækjum sem sagt að fá skúringar hjá mér því ég fæ klikka verki bara að reyna að skúra og ryksuga hjá mér Það krefst undirbúnings að það er líka tækið í daginn frá en mér skilst þessi bara í boði fyrir fólk sem er einstætt ekki fólk í samband ef þú ert með ég bara langar að kýla eitthvað að heyra þetta ef þú ert með maka sem er fullfær eða svona ekki með mér er alveg sama, hann er að vinna ég veit það, maðurinn þú veist, ég fæ neitun á aðstofið heimilishaldið eða þú veist þannig út af því að maðurinn minn er full frískur þú veist þannig en hann er samt marga daga tæknilega séð einstæður faðir 3 barna pluss þú veist umönnunaraðilinn minn ef að ég funkar ekki sko ég get ekki ryksu að þú veist að staðaldri ég get ekki skúrað bara þetta gerir meira álag á líka bara á sambandi og líka bara það er ekkert sanngjarnt að bara einn aðilinn innan heimilisinn þarf að bera ábyrgð á öllu þrifadæmi af hverju get ég ekki fengið bara aðstoð til þess að gera minn part af heimilishaldinu til þess að maðurinn minn getur verið bara með eðlilegt álag innan heimilisins Nákvæmlega
og svo líka bara minni bætur og eitthvað bull, þú veist, þegar fólk er í sambúð, þú fara ekkert minni laun þó og sérst í sambúð. Nei. Mér finnst bara, sérstaklega þegar líka maður með ball líka svo, sem mér sérstarfið eins og ég, hann er einhverju hjá mér og það er bara hellingsvinna. Það er bara mín vinna og það er svona bara ákvað ég veri ekkert að reyna einu svona gera neitt annan bara eitthvað hobby heima hjá mér taka til og reyna að koma honum í skólan því hann er rosa erfið með það. Við erum einmitt að á mínu heimili er ég svo einas með einhverju greininguna en ég grunar að allavega miðja mín hún er 11 ára en nokkuð við sem hérna tvær líka. Ég fekk að heyra það oft og maðurinn minn er Ég fekk að heyra það oft hjá fólkinu greiningastöðin að hann hefur þetta rúlega frá þér. Það sjá eitthvað í mér að ég var eitthvað svona voðaspes. Ég get alveg stutt undir það. Við erum að hittast hérna fyrst, það er svona, þú veist, ég er sem sagt með einhverju greiningunum líka og hérna, en það er, þú veist, ég er samt sko, ég fekk ADHD greiningu og svo lesblind. Mér finnst alveg nóg. En þetta tengist, þetta er mjög hún ger allt saman. Já, það gerir það. Sko, þannig. Þetta er allt, þessi tauga fjölbreytileiki er svona, en hérna, já, þannig að eftir að þú veist, hættar að vinna, eða þú veist, þannig, þú finnur væntanlega mikinn mun á þér, þú veist. Það tók alveg 2 ár, og til ég fekk fyrsta verkjalausa daginn, sem þú veist ekki að taka verkjalif. Já. 2 ár, sjúkraþjálfun, kírópraktor, og ég fór í svona, ég fann létta tíma í Vestmannaeyjum sem heita til dæmis bandvefslósun sem frænka mín er með. Það er yndislegt og svo það sem er svona fysioflow og léttur jóga svona og ég fer í þetta og gerir bara það sem ég get. Ég er ekkert að pína með þess að reyna að gera eins og alla hérna á konurnar eða þú veist, fólki sem er að mæta í þessa tíma. Ég bara gera eins og, þú veist, ég var rosalega stín fyrst, þannig að ég var mjög ofta að gera, þú veist, helmingi minna heldur en allir hinn sem var í tímanum. En svo bara hægt og rólega komið bara, þú veist, og því að hægt og rólega styrkist líka minn og maður gerir þetta sínur hraða. Já, og líka þegar þú hættir að fara yfir mörkin, að þá getur þú styrt þig og ítt mörkunum aðeins lengra, eða þannig að hægt og rólega, en ef maður fer yfir mörkin, þá er maður komið 3 skref aftur og bak. En bara fyrst í verkefni, ég bara... Það er nokkuð í huga þú voru döð. Ég vil bara leiða sér, ég var bleikur skýi. Ég bara hefði ekki fengið svona þægilega tilfinningu bara í bara 20 ára. Hvernig myndið þú veist, lýsa þenni daglegur rútínu, þú veist, núna? Ég náttúrulega vakna með strákinu mínum, kem honum í skólan, passa hann, fá sér morgumat, passaði sig, þú veist, því hann tekur ekki til íþróttafötu, því hann bara myndi þess að gripa töskun eins og hann var nestislaus og allt, sko, bara fara, ef hann gæti hugsað sér að labba sjálf í skólan, en hann gerir það ekki. Ef ég lít út fyrir alltaf ekki labba með honum, þá er hann alveg bara, þá heldur hann sé bara ekki að fara í skólan, sko. Og ég er náttúrulega að ferð með hann í skólan, passa sér nesti og passa hann að taka sundi íþróttadót og labba svo með hann í skólan. Ef það kemur ekki oft fyrir Eyjum, en þá skutla ég hann bara. Þegar það kemur vondu við Eyjum, þá er það katastrófi viður. Já. Það er svoleiðis. Það er afið á. Og svo sko, ef það er íþróttir eða sund, þá hef ég sótt hann í skólan og skutla hann upp í dyr. Og þegar hann er búin í íþróttir eða sund, þá skutla hann aftur inn í skóla, ef það er skóli eftir sund eða íþróttir. Og svo passa ég alltaf að hann hafi eitthvað að borða, hann hleypur heim úr skólanum í hádeginu og svo bara passa ég að láta læra þegar hann kemur heim úr skólanum. Og ég er fyrir stundum niður í kjallara að föndra. Ég er með fönderhótt þar og við erum bara fyrir stundum í fjörur og svo sérstaklega við fara með Herjólfi og tínum stein og skellir og svona föndurum úr þessu. Við komum með ágætt aðstöð í kjallanum fyrir það. Ég er búin að vera að safna svona fríkeipis íþróttatæki minn í bílsku líka, bokspúða og hlaupabretti. Það mjög mikið gengur til í Eyjum, sko. Og ég er alveg fljót að grípa svona hluti. Svo kannski, þú veist, ég vil eitthvað elda ekki nema annað hver dag. Og ef það er rosa stór matur sem ég býtir þá kannski þarf ég ekki að elda, þú veist, eftir 2-3 daga, ég veit, sko. Og því mér finnst betra ofta að gera risastóra pönnu og lasagna og geta skórið hana í fend og frist, þú veist. Þá ég bara til ef við nennum ekki elda eða brjála við og þá þarf maður gerðin að fara niður í fyrstu kistu og ná sér í eitthvað eða vandar eitthvað í eitthvað réttina. Stundum er maður bara ekki með orkuna í eitthvað. Líka uppáhaldsréttinu mínu til þess að elda, það er að henda eitthvað í pönnu og henda þinn í ofn
og þú ekki að spá í því fyrir að tilbúið, það bara, þú veist, allt í því. Það eru uppáhaldsréttin mínir og ég geri yfirleitt þannig rétti að það sé bara eitthvað svona fljótlegt. Og því meika bara ekki vera standið við skurðaborðar og skera og fjölda réttum með að hanga við pönnunni og þetta bara, þetta fer með mig. Þannig að allt það sem við erum svona búin að ræða núna því svona hvernig maður hefur aðlaga lífið, þetta allt svona dæmi hugtak sem krypptími, hefur heyrt þetta áður? Eða á ensku krypptime. Nei. Og það sem sagt hugmyndin sem sagt að þú ert búin að aðlaga lífið að þér í staðin fyrir að þú aðlaga þig að samfélaginu. Eða þú ert búin að aðlaga umhverju eins og þú veist að þú eldar, þú veist, 2-3 daga fresti og geymir, þú veist, er með afganga til þess að hita upp í staðin fyrir að setja þá pressu á þig að elda á hverjum eins og þig. Eða þú veist, já, þegar þú minnkar vinnu eða hættir í vinnu, þú veist, að hugsa þú veist, þitt eigið svona þannig að þú ert að taka þú veist, þína getu fyrst inn og svo þú veist, samfélagið inn þú veist, second, eða þú veist þannig. Þetta svona inn í eins og skeiðahugtakið. Þú veist, maður bara með ekki marga skeiða fyrir daginn. Já, þetta bara svona kaka. Og maður hugsa tímann sinni alveg. Í dag þarf ég að framkvæma þetta. En ég nota oft líka nýt og vont. Hvað þarf ég að gera? Hvað væri gott að gera? Og allt þetta sem gott að gera, það plús ef ég geta en... Svo líka sko út af því ég með þetta brjósklos, eins og þú þekkir, þá læknir mér bannaði mér að vera með kraga, nema við gjörsamlega sérstakar aðstæður. Og því það styrkir vefðan í kringum hálsun og styður betur hálsin. En ef ég er í löngum bílferðum, eða flugi, eða eitthvað þar sem það er að sita lengi, eða mikið skrölt og veltingur, þá er ég með kraga. Og og þannig að það er, við fyrir mig vilt að sofa svona 10 liti og það er bara fínt. Fyrir 10. Já, þannig að þú ferð í barneignir í rauninni áður en að þú veist, áður en þú fer allan á örorkuna, sko, þú veist. Það var náttúrulega 2012. Já, slísi gerist áður en þú 2007. Já. Ég var orðin mjög slæm í hálsinu mér að segja sko þegar ég vera ólétt og það fer rosalega illa með hálsinu að maður að vera ólétt. Já, allt skekkist. Allt sko. Ég var stundum bara lág eftir rúmi bara öskraði sko. Því maður má ekki taka henni lyfnum bara Porgadín. Já. Díla við allt með kamomilti eða eitthvað. Já, en ég var alveg bara suma nætur var ég bara hálf öskrandi sko. Og ég átti líka bara rosa erfitt með að halda á barninu mínu. Og það líka bara sett úrslæði það, ég ætla bara að eiga 1. Já, það er akkurat næsta spurning hafði þetta ekki einhver áhrif á þín fjölskylduplön sko. Það gerði það, ég get ekki hugsað mér að vera með aftur barn og unga barn bara svona alltaf. Og og bara, þú veist að setja hún í vögguna, það var bara eitthvað sem ég gat ekki gert. Ég var enda rosalega heppin, foreldrar mínir stóðu rosalega við baki á mér þegar ég var með minn lítinn og ég var með þessi fjarnámi þá þegar ég var kassólétt og þegar ég 2 vikur eftir ég var búin að eiga þá var ég að fara í 5 próf og pabbi bara og hann var bara meðan og alltaf þegar ég þurfti andlega pásu bara eitthvað þá gæti ég alltaf fara heim til mamma og pappa sérst á Selfoss og bara, þú veist, ég gæti sérst nú og þau bara tóku barni og ég fekk bara ekki skiptum að því á meðan. Ég var bara, oh god. Ekki það, þú veist, það var erfur að leðilega, ég var svo slæm. Ég var slæm. Líka bara, þú veist, þó svo það sé ekkert annað, það að vera með unga barni bara tekur rosalega mikið svona heila kraft, þetta er bara, þetta er vinnað 24/7, sko. Að bara, þú veist, og líka þetta bara hugræna dæmi, þú veist, það get ekki slögt á heilanum, er svo mikið, þú veist, þannig að geta komist í aðstöðu þar sem maður getur actually, þú veist, ekki þurft að hugsa, þú veist. Já, líka bara þegar þangað til barni kemst í þessa svefnrútínu að sofa næturnar og vaka daginn, ég vil þó að leggja sér meðan daginn. Þetta er rosalega erfið tími, bara frá því að fæðist og þangað til að fara að sofa rútínuli. Þetta getur, þú veist, þetta getur verið mánuður og ég vil upp í ár, sko. Ég var á leikskóla og ég var ólétt af elstu stelpunni. Ég var bara ung þá
en svo fór ég í fæðingarólof og man ekki ætla hann hafi verið 7 mánuði eitthvað slist þegar ég segi við manni minn allt í henni bara að fatta ég kveiki okkar peru, ég segi þetta við miðum kvöldmatnum bara það enginn að fara að koma að sækja þetta barn ég var svo vel bara ekkert mála að vera með 10 börn með mér bara þú veist hangandi í halarófi eða eitthvað þú veist en þannig var ég með 1 barn og það enginn að fara að koma að sækja þetta barn næst 18 árin Núna getur þú bara hlaka til hérna vera og afa hérna, þið getur hérna verið með barnabarnið og svo bara það hægt að skila því Já, nákvæmlega En það var einmitt öfugt með fólkdrar mína, þau vildi alltaf fá að hafa hann sko, ef ég kom með og þau kom ykkur stanna, það bara átti ég bara ekki skiptum bara, þau sá alveg ég var mjög slæm en samt. Já. Það gott að vera með gott bakland. Já, rosa gott. Það já. Svo líka út af því með sko langveikan föður líka sko, hann hefur samt alltaf hlupið til þegar ég þarf og hann þekkir alveg alla svona verkefvesinn og svoleiðis. En já, vorum við búin að fara almennilega inn í þarna Kryptime? Eða fórum við út af sporinu eins og við gerum alltaf? Já, alveg örugglega. Heimsækju það aftur, hvað hérna vorum við að spá í því? Já, þú veist aðalega bara, þú veist... Svona dagrútína og þessa köku. Já, og líka bara, þú veist, að við erum að líka kynna hugtæki Kryptime. Þetta svo lítið... Þetta var nefnilega mikið talað þetta Reykjalundi. Kryptime, þú veist þannig. Út af því að, þú veist, það eru svo margir sem koma, eru búin að vera að pína sér svo mikið áfram í lífinu og finna þetta stressa þegar að sjá heimilið og vinna og börnin og svoleiðis. Og þau þurfa stundum bara, þú veist, sína sko, eins og mér finnst rosalega erfitt að vera á ferðinu meira en svona 2-3 tímar á daginn. Restan af daginn þar ég helst bara að liggja þar annars ég klikkast í verkjum í hálsinum. Og þá þarf ég bara að vera að taka inn verkjatöflur og ég alltaf með svona verkjaplástra. Já. Þetta svo staðbundnir svona, verkjaplástra. X39 og X49 plástrarnir eru rosa góð við gikt til dæmis. Og það alveg, maður finnur minna fyrir öllum þessu verkjum í líkamann, maður alltaf að dreipast í olbúum og eitthvað svona dóti, hnjám og eitthvað, þetta dreifur alveg þvílíkt úr þessum verkjum. Dýrt en virkar. Já. En þessi kaka, þetta líka sko hjálpar makanum að skilja hvað maður getur gert. Þú veist, ég get, ef ég að gera mikið meira en 4 tíma á dag eða 2 tíma á dag, þá ég ómöguleg, þá ég bara alveg að dreipast. Já. Ég þarf, þú veist, þennan x tíma kvild eða, þú veist... Já, eða ef þú veist að eitthvað stórt að gerast, þú veist, bráðum, þú veist, að þá, þú veist, hvílur þig áður og reynir að passa að vera með tíma. Mikið af þessari köku hjá mér sem ég get hreyft mig á þess að byrja að vera verkjuð fer ég að sinna sinni mínum. Já. Og passa hann étur bara, þú veist, og ég náttúrulega hendi eitthvað jobb bara og þú veist, ég get alltaf sest inn á milli, þú veist, en ég mikið á flakki fyrir svonum og þá fer mest að þessari köku í hann. Já. Það með blessuð börnin. Hún lítil mín kaka, sko, stórt pláss af henni svonum minn. Já. Og svo náttúrulega reyni ég að, þú veist, að þrífa að taka til svona, þú veist, alltaf aðeins fyrir yfir 1 herbyggi á dag svona. Já. En samt aldrei reyksó skúrða nema í brjótir hinnlega eitthvað, þá kannski tekið sópin eða reyksóna, reyks upp glerbót eða eitthvað. Já, ég var típan sem var fyrir mörgum ára síðan. Ég hef ekki verið, skítastöðlega minn ansið hár sko, en ég var oft bara, tók 1 dag í þetta bara rumpaði svo. Já, ég gerði það alltaf einu sinni, bara allt húsið bara og svo var ég bara steinlá, ég bara alveg Já, nákvæmlega, af því ég vissi, ég myndi steinleikja þannig. Já, nákvæmlega. Sko þetta bara að drífa þetta af. En í dag, þú veist, ég var til dæmis með eitthvað svona orkuskot í gær og þannig að ég, þú veist, ég pikkaði upp eitthvað dót og já, ég tók upp rusl og allt þetta og svo fann ég bara, ok, setjast niður. Ég bara tiltölulega nýjórinn stoltur eigandi að Lazyboy og það bara the best thing ever. Ég veit það. Best thing ever. Já. Og maður bara alveg sem ef maður verkjar, þá ámar að köpa sér Lazyboy, það einhvern veginn nær maður að hvíla sér betur. Maður svona leggst ekki alveg flatur, en maður leggst alveg nægilega mikið. Já, nákvæmlega. Já. Og og svo skrifa Lazyboy. Já. Það bara allir eiga Lazyboy. Eða þú veist að vinna á mikið, Lazyboy. Ég bjó í Lazyboy, við áttum eitt Lazyboy svona... Eða sjúklingur, Lazyboy. Ég bjó í Lazyboy á síðustu meðgöngu. Þá komið rassafar, mitt eigið rassafar í sófan. Já, ég get alveg sagt að ég notaði minn svo mikið, hann var ekki án áskamall þegar fyrstu gorminu og svo bara spængu fyrir að slá. Og sí. Og bara, á.
Já, og það var svona, þú veist, komur það 10 mínútur korter, 20 mínútur pása og svo stóð ég aftur upp og setti kannski þvottavél. Já, svo bara eins og maður lærði á Reykjalundi að tækin, hvað þau eru staðsett skiptir gífurlega miklu máli. Ég reyndar að forða sko setja þvottalinn upp á vegg og eldavélina upp á vegg, þannig að það var ekki pláss fyrir uppþvottavélina til þess að setja hann upp á vegg sko. Já. En þú veist, maður verður að forða eitthvað, ég bara ekki meira í þessi dós en samt alveg nógu stórt. Ég var það aðlega eldhúsinu að mér og leið og ég vissi að ég var svona og þetta var ekkert að fara í burt. Já. En það bara verður maður að gera eitthvað. Já, og það samt líka bara... Og allt sem sparar hálsin á manni, þá endist maður lengur, ég vil, þú veist, og þó er þessi ekki nema bara hálftími lengur á dag sem maður getur gert eitthvað. Bara að bórast yfir, þú veist, vaskinum, bara viðbjóður. Og líka þá ertu ekki að ífa þetta upp aftur og aftur og aftur, eða þú veist þannig með því að vera alltaf að fara niður, eða þú veist þannig að þá þú veist líka verður kannski betri hérna, þú veist, lengra. Já. En ég líka sko finna, að þetta var líka parturinn af því að loksins að fá þennan verkjalausa dag eftir 2 ár frá því ég fór á örorku, að þú veist aðlaga öllu af þessu, að þú veist að fari vel með hálsinn á mér. Já. Það tekur alveg tíma að rewire, endur hugsa, bara að þjálfa heilan aftur upp í nýtt norm. Já, og bara passa, þú veist, að hreyfa sér þannig að sé ekki að misþerma hálsinn á sér. Já. Og ég fann að gera meira að því að bara, þú veist, leyfa sinninum að víst hann fyrir svo gaman í karate og æfa sig og eitthvað, að nota hann í að lyfta þungulhjóttunum. Það finnir bara rosalega illa með hálsinn á manni að lyfta þungulhjóttum. Og hvað þá axlinn á manni, sko. Ég var að koma úr axlaðakir í gær, sko. Já, ok. Það er svona eins og ég hafi glemt að setja hérna axlapúða öðrum megin. Ég var ekki búin að kveikja nefndi peru, svolítið sinna fattastendin, en svo þurfa að nefna það þetta er ekki axlapúði. Já, og gíslega aðstætt að við vera axlapúðin undir stuttamannból. En þetta var svolítið á, þá voru seimar axlapúðar í allt saman eða 80s. Já, en hérna okkur langar líka til þess að reyna að breyta umræðinu þegar við erum að tala um svona skerðingar og eitthvað þannig, það er svo mikið í svona er alveg bara, lífið er svo erfitt, þetta er svo erfitt eitthvað þannig, okkur langar til þess að taka meiri svona jákvæðri, svona pólin á það, þannig að hvað er, við erum kannski ekkert endilega pælt í það, hvað er uppáhaldsparturinn þinn, í þínu lífi sem að tengist þá, þínum skerðingum eða þannig, hvað er svona, kannski bara lært. Svona, hvað finnst gaman að gera bara út af því að tapmarka er svona... Já, eða bara eins og til dæmis hjá okkur, að ég lærði að bara það er í lagi að hægja á og hlusta á sig og, og vera meira í núinu og ekki, svona vera alltaf að stressa sig á hinu og þessu, Það er að biðja um hjálp. Það var rosa erfitt fyrir mig. Já. Það var bara, ég bara fór hágráti, ég hafði bara ónýttu dagur þegar ég vissi að ég þurfti að biðja um hjálp. Og hérna þetta var erfiðast að segja ég gerði þetta því ég hef alltaf verið svo sjálfstæð og gert allt sjálf að biðja um aðstofa bara eins og draga tennur úr mér sko. Já, ég held að það sé samt bara mjög algengt en svo er það svo frelsandi þegar maður er búin að læra að biðja um hjálp. En það tekur rosa langa tíma ég er bara nýhætt að stressa mig á þessu. Við erum talað kannski bara fyrir 6 mánuði síðan hætti ég að stressa mig. Það fór bara ákveða þetta er í lagi og því ég bara betri daga biðum aðstoð bara við að færa þessa kassa eða þú veist bara eitthvað svona, þetta var rosalega erfitt fyrir mig þú veist, hjálp bara eins og pabbi, þegar áður ég fekk sko eitthvað til að koma að skóra reksa hjá mér þá tók pabbi stundum bara upp kústinn eða fór að moppa hjá mér og því ég var með svona spraymoppi hann bara, hann kom bara stundum og byrjaði að skúra það reksa og hann þú veist, ég myndi aldrei biðja hann um það en hann gerði það þá sko og því ég var ekki komið þjónustu þá sko. Það er alveg yndislegur og ég bara á betra samband við fjölskyldu og ætti ekki að því ég biði um þetta að, þú veist, því ég er náttúrulega erfitt með að vera í kringum fólk og því ég er alltaf með hausverki og leis út af þessu brjósklösu og axlanum á mér að hérna, ég bara meika ekki fólk en mér finnst það svo gott að fara að hitta ætti ekki á fjölskyldu þú veist, jólunum og áramótunum og þú veist, þegar eitthvað gerast þú veist, fermingur og leis, ég stopp ekki lengi en ég sé fólki og spjalla og svo fer ég bara því ég meika ekki lengur og þau skilja það þau eru farin að skilja það
það var rosa erfitt fyrir þau fyrst, ég held ég væri bara, þú veist bara fjölskyldur eitthvað, en þegar þau fara átt að segja hvað ég var mikið verkjuð, þá fóru þau að sína meiri skilning. Já. Ég gerði það að þegar ég fekk 100% örorku og vottorði frá lækninum og allt stendur, þú veist, á þessu blaði frá lækninum, ég hengdi það á ískapinu hjá mér, þar sem allir gætu séð það þegar ég kom í heimsókn og þeir vilja lesa, þá mega að lesa og þá bara fór að vera skilningur og þessi ættingjar sem voru búin að lesa þetta, þau segja bara, nei, hún er svona. Ef þú skil ekki, þá skal ég segja ég er búin að lesa skýrsluna. Ég veit alveg hvað hann er, hún lítur rosalega vel út, en hún að taka fullt af lyfjum bara til þess að meika daginn og meika þig. En það er að fyrir eiginlega bara yfir í næsta punktina hjá okkur, þú veist að hvers vegna er mikilvægt að þetta sé í umræðinni. Þú veist þannig að fólk átti sig á því að þó svo að þú sérði eitthvað, þú veist, þó svo sé ættingið eða random manneski út í bæið eitthvað þannig, þú veist aldrei almennilega hvað er á bakvið. Þú færð ekkert stimpul á enni, bara þú ert veikur. Já, eða bara listan yfir, þú veist, öllu sem er í gangi hjá þér núna, saman hvort að það sé veikindi eða bara skilningun er gífurlegur og bara skólunum eða því fleiri ættingar sem geta talað fyrir öllum hinnum sem hafa ekki skilning fyrir því og eru bara með þeir í, þú veist, ég þurfti að setja út því ég leið alltaf verið, ég var alltaf hress en ég var náttúrulega alveg bara, þú veist, og brosaði alltaf þegar ég kom til dyra. Ég hef það fínt. Bara, hvað er þetta? Allt geggjað, bara flott, gengur. Í staðan fyrir að segja, það er aldrei erfiður dagur hjá mér núna. Og ég fann að segja það. Og líka því ég fer eins og í veslur og svoleiðis og eitthvað, þá bara, þú veist, þegar kviðurinn fann að, þú veist, mynda meiri hausverkjum, þá er ég bara farin. Og sem getur verið bara hálftími eða 20 mínútur eða eitthvað. Ég fæ mig kökur með ykkur og svo er ég farin, sko. Mörkin mín eru bara lág núna. En þegar hafa svo mikið skilning fyrir þessu núna sem betur fer út af því ég hef þennan pappir upp á ískap hjá mér, ég er ennþá með þarna og því það ennþá koma ættingar sem halda að ég geti stoppað hjá mér í 2 tíma á spjalla. Ég oft er bara orðin alveg bara, þú veist, með hendinni í enninu því ég bara klikkar, sko. En heldur þú veist að eins og núna erum við þessu podcasti að tala þetta svona opinberlega með það svona leynilega, búin að tala þetta bæði í kynningatímanum og núna. Markmiðið er sem sagt að samfélagi verði, þú veist, opnara fyrir því að vera með, þú veist, á vinnumarkaðnum og í skóla og þannig frjálsari tíma. Eða þú veist, þannig. Heldur þú veist að ef að samfélagi hefði verið opnara fyrir því að vera, þú veist, ekki alltaf að fara á allt í hnefanum, hvort að þú hefðir leitað þér aðstóðar fyrr, þú veist, varðandi hálsinn og eitthvað þannig. Já, ég er náttúrulega, út af því ég, sko, með ég var að vinnumarka, þegar var ég aldrei án vinnu meir en viku, út af því að þegar ég var atvinnulaus, þá var það bara mín vinna að finna vinnu og ég var í því að, bara, þú veist, ég fór á uppfærið, þú veist, CV-ið mitt, bara strax daginn eftir og bara sendi öll fyrirtæki sem ég gæti hugsa mér að vinna hjá. Og ég var yfirleitt komið að vinna innan viku. Ég er alveg bara, ég er bara þannig, það er bara mín vinna að finna mig vinnu þegar ég er atvinnulaus og ég hef bara kannski einu sinni þurft að fara atvinnulausbætur sko með ég var ennþá vinnumarkaði og það var kannski mánuður eða 2 það var öðruglega þegar var hérna eitthvað tíman þegar var hérna eitthvað krepp eða eitthvað, það var að vera að segja upp svo mikið af fólki og eitthvað en ég held að ástæða fyrir að fólk er oft þó að sé svona slæmt í líkamannum að það er erfitt með að fara á örorku því það veit ekki hvernig það á að bera sig fram auðvitað kann enginn að fara á örorku. Nei, akkurat, og það er líka bara svo mikil skömm og það var rosalega erfitt þegar ég var að fara á örorku en það ávist að lagast núna í september. Það lagast hellingi í september. En ég fór á kláraði hérna veikindaleyfi hjá vinnuveitanda svo fór ég á verkalýðsfélagi, það voru 9 mánuðir held ég sem ég átti hérna hjá þeim og svo fór ég á tímabundið hérna, meðfrá orlof, hvað sem þetta heitir, hvað heitir þetta aftur? Endurhæfingalífeyri. Já. Hvað tókstu marga mánuði í endurhæfingalífeyri? Það var allavega 6 mánuðir held ég. Já, en það er undir þessu, ég held að það sé komið upp og þá fór ég á Reykjalund, það haust. Nei, það voru segja. Þú var til að halda áfram á endurhæfingalífeyrir á Reykjalundi. Já. Þannig fekk ég endurhæfinguna samþykkt af því að og því ég ætlaði að fara á Reykjalundi. Það var komið að mér á Reykjalundi og ég mæli mig að fara, það var allir sem fara á örorku, gott að ég fara á Reykjalundi, maður lærir svo mikið bara þú veist fyrir sjálfan sig og fjölskylduna sína og bara andlegan stöðuleika og hvert maður á að sækja hjálp.
þetta allt annir boði á Reykjavík og það hafa allir og með þess að rosa góðu matur að þetta og kostar ekkert að gista það bara, ég held að það verið 1470 kall nóttin og maður með enga herbyggi eða sumir lendið þetta saman í herbyggi eða það var mikið fólki þetta var glæsilegt hjá mig, sorry þetta bara minn dagur það var alltaf gólfi, ég verið að þurrka eftir Ef við ekki bara að gera átróið eða þess þannig og bara takk fyrir að koma til okkar bara rosa gaman ég er búin að hafa rosa gaman það var gaman að fá þig allavega þú voru eigum sko ég var að fara í aðgera svona að bara spellpassa þetta hjá okkur næsta þá hittum við annan gest þannig, bara takk fyrir okkur takk, það er að vera mig